gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komiði sæl, við ætlum að ræða landbúnaðarmál. Það hefur verið töluvert yfirlit ost undanfarið eins og kannski hefur ekki farið fram hjá ykkur. Hvenær ostur mjólkurostur, hvenær ostur jurtaostur, hvernig á að tolla ost. Þetta hefur verið í fréttum síðustu daga og hefur svona spurt, hafi vísað út fyrir sig svolítið þessu umræða. Hún hefur kveikt spurningar sem ég ætla að reyna að setja hér á dagskrá og hef fengið til mín góðan gest. Ernu Bjarnadóttur, hagfræðing hjá Mjólkursamsölunni. Vertu velkomin. Takk, góðan daginn, góð sæl. Sæl og blessuð. Heyrðu, já, það búið að fara nokkra hringi þetta ostamál. Ég veit ekki eiginlega hvar ég á að byrja á því. En sko, fjármálaráðherra var búin að því virtist taka einhver ákvörðun sem hefði þýtt að samkeppnisstaða bænda hér, mjólkurframleiðenda, hún hefði versnað töluvert. Hann hætti svo við fyrri ákvörðun sína og það var meðal hans eftir að 6 samtök bænda sendu frá sér á dögunum harðorða yfirlýsingu. Þannig að það sem að tollflokkun erlendar mjólkur var gagnrýnd. Sko, það pínulítið erfitt að átta sig á því hvenær við neytendur erum að tapa og hvenær við erum að græða á svona máli. Þú kannski getur hjálpað okkur aðeins að skilja þetta, en þú náttúrulega með hagsmuni bænda að leiðarljósi. Þú til þess að tala fyrir hagsmuni bænda á Mjólkursamsölunni ekki rétt, en það, maður getur líka gefið sér að þú hafi bara heilmikið vita á þessum málum og sért ekki bara í áróður skinni að hafa þínar skoðanir. Ég veit ekki hvar ég á að byrja undan þessari lofræði hjá þér, en þetta auðvitað töluvert flókið mál og kannski ekki heiglum hent að svona vinda ofan af því þannig að það komist vel til skila. Nei. En þarna sem sagt verið að takast á, búið að takast á í mörg ár hvernig tiltekin vara tollafgreidd inn í landið og hvaða gjöld hún eigi að bera. Og þetta mál hefst eiginlega svona opinberlega á árinu 2020 þegar að skatturinn stöðvar sendingu á 18 tonnum af osti í október 2020. Þá hefst þetta mál gagnvart í fyrirtæki sem að hefur mest verið í umræðinu að hafa átt í hlut. Og þegar að það gerist þá liggur þegar fyrir svo kallað bindandi álit frá skattinum frá því febrúar sama ár. Og í umræðinu hefur oft verið vísa til þess að þegar að þessi sending var stöðvuð í október 2020 að þá hafi farið fram einhver breyting á tollflokkun. En nú það svo að það engin opinber skoðun af skattsins hálfu á tollflokkun nema hún sé gefin út í formi svona bindandi álits. Og það finnst ekkert eldra formleg afstaða frá skattinum að þetta hafi borið að tollflokka með þessum hætti. Hvað sem fyrirtækið hafi gert fram að því og hvað sem það kann mögulega hafa haft í munnlegu formi, óformlegum samtölum við einhverja starfsmenn skattsins. Þessu hefur öllu verið vísað á bug fyrir dómstólum. Þannig að það liggur ekkert annað opinberlega fyrir hvað sem menn reyna að halda fram af hálfu stjórnvalda í þessu tilfelli skattsins. En að þarna séum ost að ræða. Og í greinagerð ríkislögmanns fyrir dómnum sem að féll núna 17. febrúar þá meðal annars farið mjög vel yfir það að vara eins og þessi hefði við gerð þeirra samninga sem við höfum gert við Evrópusambandið á grundvelli 19. greinar EES-samningsins, svo ég haldi hún áfram að vera tæknileg, þá hafi þessi vara fallið undir landbúnaðarvörur í þeim viðræðum.
og að þar að leiðandi augljóst að draga þá ályktun að það væri þá bara alveg ný staða fyrir alla sem að þeim samningi koma eða hafa hagsmuni að fara allt inn að flytja tollalaust inn vöru sem að menn voru, samkvæmt þessu allavega sem ríkislögmaður segir, sammála að ætti að falla undir ost. Þannig að síðan hefur þetta mál gengið fyrir dómstólum og niðurstöður hafa alltaf fallið á sömu lund og það hefur alltaf verið vísað frá því þegar það hefur verið haldið fram að hér hafi verið ómálefnarlegar ástæður, látið undan þrýstingi eða farið gegn áliti einhverja tollflokkunar sérfræðinga. Því þar hvergi hægt að vitna í formlega afstöðu skattsins sem aðeins getur verið gefin út eins og bindandi, í formi bindandi álits eins og ég sagði á. Ályktar þá núna að Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, hafi fengið ranga ráðgjöf þannig áður en hann breytti fyrir ástöðu? Það er nú erfitt fyrir mig að segja hvaða ráðgjöf hann hefur beinlínis fengið. Hafi hann fengið ráðgjöf frá félagi atvinnurekanda allavega, eins og mætti halda, þá spyr ég hvort að það er nú ekki bara einfallega verið að beita þrýstingi þar eins og það félag sakar aðra oft á tíðum Já. Þér finnst Ólafur Stephensen hafa sterkast stöðu sem þrýsti aðili í umræðina eða eitthvað? Ég er kannski ekki beinlínis að segja það en hann er mjög öflugur talsmaður hagsmuna sinna félagsmanna og það er bara hans starf. Já, kannski ágætt að þið áhorfendur og hlustendur vitið að það bara hittist ekki þannig á að það var hægt að ná Ólafi inn í þessa umræðu. Ég reynt það, hann er upptekinn núna, heyri kannski í honum síðar. En sko, hvað er þetta mikið hagsmunamál fyrir bændur, fyrir mjólkursamsöluna ef við getum spurt sem svo? Já, það er góð spurning og þetta er auðvitað númer 1 hagsmunamál kúabænda sem að búa hringinn í kringum landi. Þeir eru einhvers staðar komnir innan við 500 í dag, 468 bú sem eru að framleiða á meðaltali svona 350 lítra hvert og við höfum kannski upphaflega sett þetta fram sem í ljósi þess hve mikið var flutt af þessum vörum fyrir 5 árum en það er auðvitað ekki þeir hagsmunir sem væri undir ef ætti að fara að breyta þessu þegar þá myndi staðan vera svo að allir sem að vilja flytja svona vörun myndu tollflokka vöruna með þessum hætti það var almenn vitneskja og allir gengja því og þá getum við verið að tala til að byrja með allan markað fyrir rifin ost og það er markaður sem er af stærð sem að nemur allri framleiðslu sem að auðumla kaupir að bændum í Borgarfirði, Snæfellsnesi, Dölum, Vesturlandi og Húnavatnssýslum. Aha, það er ekkert smáraði. Það er þannig. Og hangir þetta einhverju leiti saman við pizzumenningu landans eða? Nei, ég kannski ekki endilega segja það. Þetta þessi umrædda vara sem að hér hefur verið deilt hún er fyrst og fremst notuð á pítsur og þessi íblöndun á jurtaolíu í hana hún er meðal annars og þetta er ekki íblöndun í sem sagt ostin sjálfan heldur eru þetta pálmaolíu flögur sérstakar sem eru sem sagt blanda sama við rifin ost og svo íblöndun er meðal annars gerð til þess að osturinn þoli hærra hitastig í pítsaofnum. En síðan er náttúrulega önnur hlið á þessu sú sem að forseti bæjarstjórnar á Akranesi fóru inn á fundi með forsætisráðherra í Borgarnes á 5. Sko hvers konar bransi er pálmaolíu iðnaður? Þetta er náttúrulega stórfyrirtækja starfsemi sem að ryðja regnskóga ólöglega víða. Þeir eru ekki þekktir að því að fara vel með vinnuafl og síðan er þessi vara sem er nú ekki talin sérstaklega holl til neyslu, flutt inn og blandað í matvæli á Vesturlöndum, gagger til að lækka verðaðum. Og ég skil vel að ríkisstjórn sem að við erum með í dag munu nú líka vilja aðeins staldra við og skoða þetta í stóra samhenginu. Já. En er einhver leið, þegar spurðu hagsmunina áðan, er einhver leið að ræða þetta í 100 milljóna
Já, þetta eru þetta eru 100 milljóna af krónum. Þetta eru það tekjur sem bændur á þessu svæði hafa. Ætli það gæti verið nú ég er ekki tilbúin með þessa tölu, en hvað eru 10 milljónir lítra, 10-15 milljónir lítra lágmark sinnum afurðastöðuverð í dag sem ég man ekki töluna. Þetta er ekki, ef við segjum bara sinnum 150, ég man ekki nákvæmlega hvað afurðastöðuverð er, en þetta eru stórar fjárhæðir í tekjum fyrir bænda, og þetta er númer, bændur, þegar þú segir þetta er hagsmunamál fyrir Mjólkursamsalan. Mjólkursamsalan er 100% í eigu samvinnufélaga bænda. Og stærsti eigandinn er Auðumla, sem að er samvinnufélag bænda landið umkring fyrir utan Skagafjörð. Og Mjólkursamsalan er bara þeirra tæki til að koma vörunum á markað, þannig að við erum ekki sjálfstæður við Mjólkursamsalan, ekki þannig sjálfstæði gerandi, við erum bara að vinna í þágu okkar eiganda. Já. Einmitt. Eigum við aðeins að útvíkka umræðuna. Einhvern tímann á 10. áratug síðustu aldar, þá tók ég forsíðu viðtal dagblaði við Eirík S. Jóhannsson, sem var þá komið norður að sinna störfum fyrir Kea Kaldbak, og hann sagði að sjávarútvegurinn væri að ganga í gegnum mikla breytingar og andlitslyftingar, en landbúnaðurinn hefði alveg setið eftir. Og enn hitti maður fólk sem segir það sama. En þann dag í dag, árið 2025, hafi landbúnaðurinn setið eftir í svona þessum að þar sé meiri kyrrstaða heldur en eiginlega kannski í öllum öðrum greinum landsins. Við rífum svolítið það hvort það er að bitna á neytendum, eða hvort það er neytendum í óhag að við búum hérna við ákveði kerfi sem hefur svona í meginatriðum haldið. Við vitum ekki ennþá sem þjóð hvort við fáum plús eða mínus hvað var það landbúnaðarmálin ef við göngum í ESB. Ef við byrjum kannski bara á því að þú segir mér er alltaf einhver svona fælni hjá okkur að taka á málefnum landbúnaðarins sem skildi, og kann að vera að sigurvegararnir úr þeirri fælni séu kannski yfir færri heldur en við stundum öldum. Já, það er auðvitað alltaf gaman að velta fyrir sér hvaða stjórntækjum á að beita, og það er alltaf háð markmiðunum. Já. Og varðandi, ef við byrjum aðeins að þú vitnaðir í kannski 30 ára gamla svona sviðsmynd. Já. Þá hygg ég að meina og segja að breytingar síðan þá í landbúnaði eru gríðarlegar. Er það? Já. Í fyrsta lagi til dæmis ef við tökum bara fjölda sláturhúsa og þann geira, þá hafa þau sennilega verið svona í kringum 30 á þessum tíma. Núna eru þau komin vel niður fyrir 10. Þannig að það hefur orðið gríðarleg hagræðing í þeim geira og hún hefur komið til af mörgum ástæðum. Hefur hún hækkað afurðaverð bænda? Ég held að ef við værum ennþá með 30 sláturhúsa þá væri kjötgeirin í dag miklu verðsettur en að þó er. Þetta er engin vafa því. Og væri ég sem neytandi að borga hærra verð fyrir kjötið? Já, ég hugsa bara að innflutningur myndi taka meira til sín. Bara samkeppni staða innlendu framleiðsluna gagnvart innflutningi væri bara með enn lakari heldur hún er í dag. Gott og vel. Þannig að og til dæmis þá var það 2004 minni mig, þá einfallega tók ríki fram veskið og borgaði nokkrum sláturhúsum fyrir að loka. Já. Þá var verið að innleiða nýja heilbrigðislöggjöf í gegnum aðild okkar að EES-samningnum og það voru fjöldi sláturhúsa sem að voru bara þannig stödd að það var óraunhæft að þau myndu geta tekist á við það verkefni. Og á þeim tíma voru sláturhús líka að fara á hausinn, þannig að það er engin vafa á því að það er öllum til hagspóta að sú þróun hefur orðið.
Nú svipaða sögum að segja í mjólkurframleiðslunni. Við miðan 10. áratuginn upp úr 1990 þá voru gríðarlegir rekstrarerfiðleikar hjá sumum fyrirtækjum í þessum geira og við getum bara nefnt til dæmis að þá fór kaupfélag Þingeyinga í gegnum mikla erfiðleika. Það vísu fór ekki gjaldþrot en mjólkursamlagið Húsavík því var lokað. Mjólkursamlagið Borgarnesi var lokað og þetta var líka gert gegnum sérstakar hagræðingar aðgerðir. Nú sú þróun hefur haldið áfram og mjólkursamsalan í þeirri mynd sem hún var í dag var stofnuð 2007. Þannig að nú eru starfsstöðvar mjólkursamsalunar sennilega 5 ef ég man rétt og þar hafa tekið á móti mjólk á 4. Þetta voru kannski 20 staðir sem var tekið á móti mjólk. Ég bæti auðvitað við KS en þetta voru ábyggilega kringu 20 staðir sem tóku á móti mjólk fyrir 30 árum sko. Og allt þetta og það hefur reiknað út, hefur skilað hagræðingu sem hefur skilað neytendum líka ávinningi. Við getum, og bændum, ég fullir það staða, beggja þessar aðalega væri allt önnur í dag, það er að segja framleiðslukostnaður einfallega væri hærri ef þetta hefði ekki gerst. En því var spáð fyrir síðustu aldamót að líkt og hefur gerst með sjávarútveginn, þetta hefur færst á örfáar hendur. Við erum með brjálæðislega fáa en ríka ólíkarka í útgerðinni sem eiga landið og miðin. Því var spáð fyrir síðustu aldamót að því miður væri þetta óhjákvæmilegt bara út frá forsendum markaðarins að hér myndi búum snarfækka þau yrðu stærri. Þetta yrði svona vélvætara og kaldara og ekki jafn rómantískt og myndi stanga svona meira á við sögu Íslendinga. Núna síðast er talað að við séum með kolvetlaust kyn, mjólkurkyn, að það er framleið ekki nóg, blessuðu íslensku beljunar okkar. Hvað segir þetta? Ég held að þetta tal að búin eigi vera minni en þau eru. Nú þá fáum við náttúrulega bara sjálfkrafa hærra verð. Nú það sem hefur verið að gerast hér er einfallega það verið að innleiða tækni til þess að ekki bara lækka framleiðslukostnað, heldur líka létta bændum vinnuna og gera þeim jafnvel mögulegt að komast frá til þess að hitta annað fólk. Og það er ekki allir sem gera sér grein fyrir því að það er ofta tíðum bara einmannalegt starf að vera bóndi. Já, það var náttúrulega bara svo mikil bindinga, þetta var 365 ára hári. Já, og ég er náttúrulega sjálf alveg upp á kúabúi, ég þekki það mjög vel og ég þekki... Og ég sjálf er bóndasonur, svo skjóti því að... Já, gaman að heyra Björn. En við þekkjum þetta allt og þegar maður horfir í dag á systkini sín eða æskuvinu og dætur og syni þeirra vera komin í búskap og að þau geti farið á fund eða skroppið og hitta ættingja sína á þess að það sé meiri átt að mála því þau eru meira velvætt heldur en foreldrar mínir voru, þá held ég að við hljótum nú bara öll að geta að fagna því. Jafnvel þá sem mynd frá Tenerife. Já, það sjást meira sér að bændatær á þeim myndum. Það er alveg rétt. En er þetta alltaf svona einhver leiti varnarbarátt að verða ekki ofurhagkvæmninni að bráð vegna þess að þetta hefur nú orðið þannig í flestum kimum alheimsins að það sem var lítið og dreifðist og lítill hagnaður í það hafa orðið samfélagsbreytingar sem að hafa svona fækkað einingunum og gert það stærri. Ég held að við séum nú ekki nálægt því að verða neinum ofurhagnaða bráð, allavega við ekki heyrt það á bændum að þeir séu með svo fulla vasa penninga að það sé að tala rekstur þeirra sem með þeim hætti, rekstur búa þeirra sem með þeim hætti og íslensk kúabú eru minni heldur en víðast hvar í Evrópu þó þau séu orðin þetta fá og ég held að við höfum mörg tækifæri til þess að svona sína bara hlutverk og stöðu landbúnaðar í samfélaginu eftir sem áður þó búinum hafi fækkað. Þau eru hluti af ásýnd sveitana, tún eru slegin, tún eru græn og ég er nú svo mikil rómantíkar stundum að mér finnst bara litirnir á íslensku búfé út í náttúrunni vera alveg sjálfstætt málverk og þetta tólkaði nú Louisa Matthíasson vel í sinni myndlist, hún sýnir í mörgum sinna mynda íslenskt búfé í íslensku landlægi og það, mér finnst það alveg ævintýralega fallegt Þannig að ég held að bændur ætti að rækta samband sitt við þjóðina svolítið á þessum forsendum og mér er nú í minni líka að Sigur Helgason
fyrsti forstjóri Fuglalífið, ekki númer 2. Hann kom á búnaðarþing einhver tíman og ræddi einmitt hvað landbúnaðarinn gegndi hlutverki á landsbyggðinni til þess að skapa aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn. Já. Og við sjáum þetta náttúrulega, þeir eru að klappa hestum og taka myndir af dýrum bara út í öllum vegkantum og af því skapast auðvitað þar fyrir utan hætta, sko, en þá sér maður þetta bara svo vel. Já, og bara búskapur sem menning. Já, menning og við þurfum líka bara að viðhalda okkar þekkingu á að nýta landi til ég og ekki bara viðhaldani, heldur líka aukana. Þegar að vera að tala kornarækt og að auka hana, þá kallar það líka að byggja upp meiri þekkingu til þess að sé hægt að nýta landið því þekkingu. Það þarf að nýta hana til þess að bæta hvaða yrki eru til notkunar og hvernig á að bera á þau og svo framvegis. Þetta er þekkingaratvinnugrein líka, sko. Já. En nú erum við með stjórnvöld sem að mögulega verður hér þjóðaratkvæðagreiðsla og mögulega verið að taka aftur úr dvala mögulega ESB aðild Íslendinga og ég sagði áðan að við vissum ekki alveg hvað þetta þýddi vegna þess að það hefur kannski skort svolítið á að það hafi reiknað út með samfærandi hætti og er ekki í stjórnarsáttmálanum að aðilar utan Íslands eigi einhvern veginn að meta hérna ástandið af því að við erum jú ansi mörg sem höfum einhverja hagsmuni af annarkvort óbreyttu ástandi eða breyttu ástandi en hérna ykkur líst ekki á þetta þú ert þeirra skoðanar að við Íslendingar eigum ekki að ganga í ESB og þú heldur að það er þið ekki til dæmis okkur neytendum mögulega til góðs en bændum til tjóns. Já, ég undirstrika eins og þú sagðir að þetta er mín skoðun. Ég vinn ekki hjá bændasamtökunum og tala ekki fyrir þeirra hönd í þessu máli. Ég vann hins vegar hjá bændasamtökunum á þeim tíma sem að fyrra ferli stóð þarna þegar að umsóknin var samþykkt 16. júlí 2009 og umsóknin afhent daginn eftir og allt sem þar eftir kom. Ég tók þátt í starfi í fjölmargra samningahópa og var svona í innsta hring bændasamtakana þar og það var skýr afstaða samtakana á þeim tíma að þetta væri ekki hagstætt fyrir íslenskan landbúnað og hafandi sagt það, þá veit ég og það þarf ekki að segja mér það að Evrópusambandið hefur breyst mikið síðan og það hefur til dæmis landbúnaðarstefnu þess hefur líka verið breytt en það er hins vegar ekki bara háð því sko hvað hvernig landbúnaðarstefna og framlög Evrópusambandsins sjálfs eru til landbúnaðar, hver áhrifin verða á Íslandi. Það er líka hver vilji stjórnvalda verður á þeim tíma sem sami verður hann skiptir líka máli og þetta getur við mjög vel séð í aðildarsamningum Finnlands og Svíþjóðar þar sem að finnsk stjórnvöld gengur miklu lengra í kröfum að leggja framlög til finnsk landbúnaðar heldur þessi sænska. Já. Og ég var nýverið að glugga í samantekt frá Svíþjóð. Þar hefur til dæmis verið keypt upp mikið af smærri búum sem voru starfandi fyrir Evrópusambandsaðild því að löggjöf kaup á landi og rýmku mikið. Þannig að landbúnaðar hefur dregist mjög mikið saman sérstaklega í norðanverðri Svíþjóð. En af því þú nefnir þetta, hér eru nú samt með dálítið ófremdar ástand í uppkaupum. Já, það er mjög gaman að fara út í það. Ég skrifaði reyndar nýlega grein í Bændablaðið eða svona samantekt úr skýrslu Evrópusambandsins og varðandi þann málaflokk þá er alveg ljóst að 2004 þegar að löggjöf ESB sem okkur var skylt að innleiða vegna aðildar EES-samningsum frjálsa för fjármagns. Ég tel að sé alveg fullljóst af þeirri skoðun sem að þessi skýrsla Evrópusambandsins sem ég vann upp úr þarna þá var gengið lengra en þurfti í því og svo löggjöf stóð eiginlega óhögguð þangað til líklega árinu 2020 eða 2021, ég man það ekki alveg þegar að forsætisráðherra áðurandi Katrín Jakobsdóttir lét gera úttekt á þessu málaflokki og kjölfarið voru sett svona ákveðnar takmarkanir þar að segja tiltekin
að kaupa tilteknu umfangi þyrftu að væri háð samþykki. En þangað til, þá gat bara hver sem var með kennitölu á Evrópska efnahagssvæðinu komið hingað og keypt allt það land sem hann vildi. Já, það var það náttúrulega bara, getum við ekki verið sammála það var það ákveðin skaði. Jú, ég tel að þetta hafi verið bara skaðlegt og sjálf var ég nú fengin af landbúnaðarráðherra í tíð ríkisstjórnar Jóhannu Sigurðardóttur til þess að reyna að leiða vinnu til að breyta þessu. Það voru þetta bara svo mörg önnur verkefni á þeim tíma að það var nú ekki úr þá. En það, svo segi, það hefur verið gerðar atrennur að breyta þessu þangað til að þetta tókst í tíð ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur 2021. En afsakaðu þennan útúrdúr? Endilega. Þetta var aðeins þetta vefni. Já, en við vorum að tala um áhrif Evrópusambandsaðildar og við förum aftur í það sko að á þeim tíma sem ég var hjá Bændasamtökum þá náttúrulega settum við sérstaklega fyrir okkur það að horfa upp á afnám tollverndar sem að myndi bara óhjákvæmilega fylgja svona aðild sem að bara mikilvægur hluti af þeim verkfærasafni sem að notað til þess að ná markmiðum núverandi landbúnaðarstefnu á Íslandi. Þannig að þetta myndi þýða augljóslega breyttan landbúnað, hvernig eða hve mikið, það auðvitað bara eitthvað sem krefst nýrrar greiningavinnu í því ljósi breytingar sem hafa orðið. Sko, ertu samt greini ég það rétt að þú sért ívið mildari gagnvart Evrópusambandinu? Nei, ég bara reyna að vera kurteis í dag. Ég ein hérna hjá þér. Ég hef ekki hakkast neitt sko. Og það út af fleiri heldur landbúnaði. Þú hefur ekki hakkast neitt. En þú ert allavega, ertu nokkuð á móti því að við fáum gögn og fáum upplýsingar? Nei, sko, við þurfum náttúrulega að fá öll gögn og upplýsingar sem það þarf. Það þetta alveg rétt, en það hins vegar mikilvægt að allir gera sér grein fyrir því að það sem í boði Evrópusambandið eins og það lítur út í dag. Það ekki samið neitt í svona viðræðum. Þetta ekki aðildarviðræður, þetta eru aðlögunarviðræður. Það að segja á hvaða hraða og hvernig við innleiðum löggjöf Evrópusambandsins. Löggjöf Evrópusambandsins ekki breytt í svona ferli. Nei. ChatGPT sammála mér. En hljóðið ekki bara, það hefur verið verra hljóðið í þeim sem starfa við landbúnað heldur en akkurat núna finnst mér eitthvað í jafnvægi. Ertu nú bara að meina svona afkomuna eða svoleiðis? Já, ég að meina afkomuna, ég að meina þú varst sjálf að segja að það svona aðeins meira frelsið, það voru tæknibreytingar og Já, ég held nú reyndar bændur allavega gengu í gegnum meiri svona erfiðleika meðan að aðföng hækkuðu gríðarlega í kjölfar Úkraínustuðsins og í COVID þá held ég að staða bænda hafa nú verið þyngri kannski hún akkurat núna. Já, ég held að megi kannski segja það. Hins vegar eru svona menn uggandi núna eftir þessi skilaboð sem komið frá fjármálaráðherra að það ætti að ráðast í svona brattar breytingar held ég megi segja fyrir þeirra hönd bara á fyrstu dögum ríkisstjórnar, þá verða menn uggandi og mér fannst þetta koma svona, ég fór nú á fundin með forsætisráðherra í Borgarnesi á 5. og mér fannst svona bændum svona koma frá þeim að þeir voru áhyggjufullir og til hvers þetta að vísa nákvæmlega? Ég að vinna til fundar sem forsætisráðherra var með í Borgarnesi opinn fund á 5. og þeir voru meðal annars að tala sko það talaði nú stjórnarmaður þarna og mæltist mjög vel í bændasamtökunum, meðal annars að tala sko að andlega heilsa bænda væri viðkvæmum þessa myndir. Þeim hefði verið lofað stuðningi vegna veður svona erfiðra veðurfarsaðstæðna síðastlið vor og margir ættu mikið undir að það kæmi, það hefur ekkert komið út úr því ennþá og hann sagðist vita til þess að menn væri að taka börn úr skóla, foreldrar sem eru reka búskap að þau hefði bara ekki efni á að hafa börn í skóla og væri að taka börn úr skóla. Sem afleiðing af þessu veðri? Já, sem bara afleiðing af hvernig afkoma allavega í þeim tilfelli það kom ekki fram hvort að það tengdist þessu beint en
þannig að mér fannst svona á þessum fundi, ekki bara í máli þessa manns heldur fleiri, svona menn hafa miklar áhyggjur á framtíðinni og þarna töluðu líka ungi bændur sem eru að taka við búrekstri og byggja sig upp. Til dæmis systur sem eru að taka við af foreldri sínum. Ungt fólk spyr sig sko hvaða framtíð á ég ef að það fyrstu skilaboð ríkisstjórnar er að ráðast í einhlega breytingar sem geta haft þar afleiðingar sem við vorum að fara yfir áðan. Ertu þá að vísa til eingöngu í ESB? Nei, nú er ég að tala sko þessi ostamál og þá hluti sko. Já, nei, ég er ekki en ég er svona að tala bara almennt að menn eru svona uggandi hvaða breytinga verða. Ostamáli var þá á öðrum stað en það er í dag þegar þessi fundur fór fram. En varðandi ESB, ég held að það er svona sú umræða er ekki komin kannski á mikið flug meðal bænda tel ég. Ég hef ekki orðið vör við það. Ég veit að þetta eru menn að velta þessu fyrir sér og skoða. En og frá ýmsum hliðum, ekki bara landbúnaði, ég meina það er þetta mörg fleiri atriði eins og verðbólga, atvinnuleysi og hagvöxtur. Hagvöxtur á Íslandi hefur til þess verið margfalt meiri heldur en að meðaltali innan Evrópusambandsins. Þýskaland er búin að fara í gegnum samdrátt núna 3 ár í röð. En það er kannski mest byggt á þessari brjálæðislu fólksfjölgun sem hefur orðið hér og hefur þurft vegna þenslunar. Já, sko vegna eins og við förum bara í skýrslu Mario Draghi sem nú verið mikið umræðanis og kom út í fyrra haust, þá kemur það mjög glöggt fram að íþykjandi regluverk sambandsins hefur einfallega dregið úr hefur verið áhrifaþáttur að draga úr hagvexti, sprotafyrirtæki og fyrirtæki sem eru svona í mikilli nýsköpun, þau hafa einfallega bara flúið til annarra svæða þar sem að þau hafa meira frelsi eða svona er ekki jafn reglusett í því hvað þau gera og hagvöxt, þau til dæmis hafa slík fyrirtæki, þeim hefur fjölgað miklu meira í Bandaríkjunum heldur en Evrópusambandið. Þetta kom meðal annars fram í máli Svíjan sem var á viðskiptaþingi núna daginn. Hann sýndi ýmsar myndir svona þessu til stuðnings. Þannig að Evrópa hefur bara, og ég vil bara segja því miður, hún hefur verið að dragast aftur úr það, menn hafa bara raunverulega áhyggjur að því. En er þetta svona í lokin kannski, af því að þú er tagfræðingur hjá Mjólkursamsölunni, er ekki selt miklu meira af mjólk núna í þessu landi og mjólkurafurðum vegna allra ferðamannana sem hér eru en var áður? Hefur þetta ekki bætt mjög afkomu þíns fyrirtækis? Já, sko, augljóslega eru ferðamenn mikilvægur hluti af markanum og mjólkur, að sala á mjólk og mjólkurafurðum hefur bara aukist samfellt núna í langan tíma. Og þú nefnir líka fólksfjölgun og auðvitað er hún hluti af söluaukningunni þó að einhver leyti sé hún komið til af fólki sem hefur ekki svona menningarlega kannski mikla sögu eða ríka hefði að neyta mjólkuvara. En ferðamenn og fólksfjölgun eru auðvitað stór hluti af þessu þannig að framleiðslan hjá bændum hefur bara getað aukist ár frá ári sem er auðvitað bara tækifæri og jákvætt fyrir þá. Já. Sko, af því að ég er svona kálfur alveg upp í sveit þá þegar ég fyrir búðuna, ég kaupi undarennu ég kaupi gula mjólk eins og börnin kaupa, ég kaupi líka bláa mjólk og ég drekk rjóma út í kaffið og ég bara fylli innkaupakörfuna mína á alls konar mjólkurum en ég er svo eini á heimilinu sem gerir það fyrir utan skýrið. Skýr er einhver vara sem að bara Íslendingar verðast vera hámi í sig frá ólíkum framleiðendum í alveg gríðarlegum mæli. En sko, er menningabreiting á milli kynslóða í þessari mjólkurneyslu? Já, sko, við horfum til dæmis, ég er nú ekki alveg með sölutöluðnar á hreinu, þú voru að fyrirgefa. Nei, ég fyrirgefa alveg, þetta er óvænt spurning líka. En sko, sala á drykkjarmjólk, hún hefur svona sögulega yfir tíma verið að draga saman. Þannig að eldra fólk er miklu meira alveg uppið að drekka mjólk og mjólk með mat og svoleiðis. Og það hefur svona kannski einhver leyti þessar neyslu ráðleggingar kannski haft áhrif á það. Það var svona unni gegn mjólkufita tímabili en það nú reyndar er selt meira af fituþættinum í mjólkinni heldur próteininu. Þetta eru tvö
við köllum það verðefni, þetta mjög tæknilegt hugtak, en mjólk ekki bara mjólk eins og þú fórst vel yfir á þú drekkur undarrennu og svo drekkur fitun í formi rjóma sko. Og þegar upp staðið þá seljum við meira af vörum sem innihalda hlutfallslega meira fitu heldur próteini, þannig að við þurfum að flytja nokkru leyti út þurrkað undarennuduft af því það selst ekki innanlands. En það auðvitað frábært, mjólkurfitan auðvitað bara mjög skemmtilegt hráefni, við þekkjum það í smjöri og rjóma og í bakstri og alls konar matagerð. Og það nú lúmst sem af próteini í einu glasa undarennu. Já, undarennu náttúrulega ekki annað en bara skýr þar sem að áður en að vatnið tekið út sko, og var hann með, eða fer fram í gegnum sína gerjun sem þarf til að það verði skýri. Ég held allavega áfram að vera svo kálfur sem ég og mun styrkja íslenskan mjólkurðina. Þú mun styrkja beinin í leiðinni. Beinin í leiðinni. En kæra þakkir fyrir komuna, Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur hjá Mjólkursamsölunni. Við höfum farið yfir nokkur mál og kæra þakkir. Takk fyrir mig, gaman að eiga þetta spjall. Nú, þá þessi þáttur á enda runnin. Við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir samfylgdina og minnum á það að vel unnarar okkar, þeir sem vilja styðja okkur, geta farið inn á vefslóðana samstöðin.is, fundið þar hnapp sem stendur á áskrift og þar hægt að stofna til mánaðarlegar skuldbindingar aðeins 2.500 krónur. Og með því verður þau eigandi, áskrifandi að okkar efni og eigandi þessa fjölmiðil sem hefur vakið mikla athygli, ekki síðustu mánuði. Það eru ansi margir að tala samstöðuna og ef þú vilt gera þitt til þess að við verðum áfram í loftinu sem útvarpsstöð, sjónvarpsstöð, á hlaðvörpum og ég veit ekki hvar, þá kannski ef þú ert aflögufær, þá kannski íhugaðu það að sýna stuðning þinn í verki. En rauðaborðinu lokið í kvöld. Við sjáumst aftur á morgun klukkan 8. Verið þið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.